og eins og við þekkjum sko áður en að þessi endurgreiðsla sem náttúrulega margrætt hér á landi að þá þekktist kannski að það var 1 til 2 myndir á ári sem voru gerðar. Þetta var Friðrik Þór og síðan var ekki þess á milli. Þannig að þessi þjónustu geiri, svo við köllum að service, það að segja, að fá erlenda aðalat sem mynda hér, hann hefur byggt upp þetta heilsárskonsept og byggt upp fleiri stöðugildi heldur en sko, þú veist, þú gast rétt mannað í eitt kannski krú og kannski bara hluta til. Í dag getum við tekið 2-3 verkefni upp á sama tíma með topp fólk í hverju stöðu. Sko. Ísland klárlega komið inn á radar núna. Þú veist, það vegna þess að verkefnin auglýsa Ísland sjálfkrafa. Og öll stúdíóin og allir sem að reka stúdíóin, þessi studio executives, þeir tala allir sín á milli. Þeir vita nákvæmlega hvað klukkan slagar í hverju landi fyrir sig. Og þeir tala sín á milli hvernig gekk þetta og þess að það. Sko, til þess að ná eyrum þeirra, það fyrsta spurningi þið spyrja, bara já, ertu í Íslandi, ok, einhver endurgreiðsla, þú veist, is there any tax rebate, þú veist, og já, hvað er hún há? Já, hún 35%. Nú, verðu, og þá bara breytist tónnin, þú veist, ef við værum ekki með, þú veist, við erum með 25% og núna erum við með 35% sem eru fyrir þessi starri verkefni. En til þess að ná eyrum og vera samkeppnishæf og ná eyrum þessara aðila sem ráða og taka þessa ákvarðanir, þá þarf það að vera þarna upp í 35%. Hitt bara annars náum við ekki í verkefni eins og True Detective sem eru sko 9 mánaða verkefni, 6 mánuði tökum, þú veist, 113 tökudagar. Og nú samt farið strax að tala að afnema þetta eða lækka verulega. Það eitthvað umfjöllun og eina tillögum til ríkisstjórnar var að það ætti að taka til endurskoðunar sem ég til mjög hættulegt vegna þess að það myndi skaða samkeppnishæfni okkar á erlendu vettvangi og síðan þetta náttúrulega við erum að, þú veist, þarna erum við að nota og koma íslenskri menningu á kortið og við erum að koma íslenski tónlistarmönnum sem að skapa tónlist, við erum að koma þeim líka á kortið, við erum að koma íslensku leikurum á kortið, við erum að sjá eins og í True Detective, þá voru 7 Íslendingar svo tilnefndi til Emmy-verðlauna sem bara hefur aldrei gert áður. Þegar að vera að tala aðhaldsaðgerðir hjá ríkinu núna og ríkisstjórnin óskaði eftir tillögum frá almenningi og öllum að fá aðhaldsaðgerðir þá einhverjir að leggja þetta til að þarna sé bara tilvalið að ríki geti haldið aftur að sér og hætt að vera endurgreiða 35%. Og það að ræða ykkur, að fólk sé að ræða þetta yfir höfuð. Já, sérstaklega það að vera að setja þak vegna þess að, sko, fyrstulega þarf þessi prósent að bara haldast í hendu, þessi 35%. Þessi 35% í dag eins og sko 17-20% fyrir sko 4 ári síðan, 5 ári síðan, þú veist, það allt hækkað síðan COVID var. Það voru breytingar í þessum bransa frá því að verkvöllum voru vestanhafs. Og ég þekkja bara sjálf vegna þess að við erum í starfsemi í öðrum löndum og við vorum innsti koppur í búri þegar stúdíó var að sækja endurgreiðslu þar fyrir verkefni sem var White Lotus. Og þar þak í Noregi og búið að vera. Það fyrsta lagi 1 umsóknar dagur, það bara 1 dagsetning, ekki hér sem opin bara allan ársins hring. Þannig að þú þarft að sækja fyrir vissa dagsetningu í lok nóvember upp á að fá að vita hvað þú færð fyrir næsta ár. Og síðan eru þeir með þak á upphæðinni. Og það var til þess að ein svona stærsta sjónvarpsþáttasería, þekktasta í dag, sem laðar að sér bústar ferðaþjónustuna upp úr öllu valdi, eins og við erum að sjá núna í Tælandi, það sko þreföldun af áhuga og ásókn í þessa eyju þar sem serían var tekinu upp, nema hvað að það var bara hluti af væntri endurgreiðslu með hvað þeir ætla að eyða og gera, að það var til þess að þeim bara, þú veist, þeir leituð annað. Þannig að það er mjög varlega, við þurfum að fara mjög varlega í þetta vegna þess að við getum ekki náð í True Detective eða White Lotus eða hvað sem þess að sjónvarpsseríu heita eða þessar stóru bíómyndir
ef við ætlum að minnka þetta. Við getum ekki verið, við verðum að reka stúdíó, svipað eins og RFK og Baltasar, þú veist, það verið að reka stúdíó, þú veist, það ekki bara, þetta ekki svo eins og hendi sér veifa og bara öll stúdíunum full. Við verðum að geta boðið upp á aðstöðuna og viðhaldið því og við fáum ekki aðla til þess að hugsa það og koma okkur á kortið nema við séum með 35%, þú veist, í endurgreiðslu, minnst. Það bara þannig.